Tekur svo bókina bara. En ég ætlaði samt að lesa aðeins úr orðinu. Ég hef ekki mikinn tíma, en mér langaði bara til að lesa pínulítið úr 14. kafla Jóhannesar. Og mér langaði til að minnast á það að því að við erum að kjósa til þings og nú eru örlög þjóðarinnar í höndunum á kjósendum. En það sem að mér langaði til að horfa á í dag líka, það er Jesú Kristur. Hvað hefur hann gert fyrir mig? Hvað hefur þessi ríkisstjórn gert fyrir mig síðastliðin 7 árin? Ég veit það ekki, ég ætla ekki að fara að velta mér upp úr því, en ég ætla að velta mér upp úr því hvað hefur Jesú Kristur gert fyrir mig og hvað er framundan. Þannig ég ætla að lesa aðeins bara upp úr Jóhannesi 14. kafla. 1. vers. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér sé einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekki þér. Tómas segir við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús sagði við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðursins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munu þér og þekkja föður minn. Héðan af þekkið þér hann og hafið séð hann. Filippus segir við hann, Herra, sýn þú oss föðurinn, það nægir oss. Jesús svaraði, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sýn þú oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég er í föðurnum og faðirinn í mér? Orðin sem að ég segi við yður, tala ég ekki af sjálfum mér. Faðirinn sem í mér er, vinnur sín verk. Trúi mér að ég er í föðurnum og faðirinn í mér. Ef þér gerið það ekki, trúið þá vegna sjálfra verkana. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem að trúir á mig, mun einnig gjöra þau verk sem að ég gjöri, og hann mun gera meiri verk en þau, því að ég fer til föðursins. Og hvers sem þér biðjið í mínu nafni, það mun ég gjöra, svo að faðirinn veksamist í sinnunum. Ef þér biðjið mig einhvers í mínu nafni, þá mun ég gjöra það. Og mín bæn er bara svo að ég fá að komast inn í þessa vistarveru sem að hann er að tala í byrjun. Og mér varst það svolítið aðgjörsverð í þessu, að Kristur er að segja hann frá þessum vistarverum sem hann ætlar að gera og það sem við fáum þennan valkost að þiggja, hvort við viljum eða ekki. En samt, eins og lærisveinarnir og Filippus, hann fer að ergjast út í það, að fá að sjá föðurinn. En þetta verið svona, eins og að fyrstu versin fari bara svona í gegnum eyrun á þeim. En mér finnst bara stórkostlegt að hafa þessi orð í orðinu að í 14. kaflanum að hann er að búa okkur bústað. Mér finnst það alveg frábært. Þannig að við höfum tækifæri til að horfa upp í himinin og bíða eftir Jesú Kristi. Og hann mun koma fyrir en okkur grunar, miðað við hvernig ástandið er í heiminum og spádóma Biblíunnar. En við skulum halda áfram að lofa Drottinn og